ætla ég að kasta mér í djúpulaugina og taka við tækninni sem hann Jóhann okkar var að kenna mér, en nú er hann ekki á staðnum, þannig að ég voni þetta gangi allt upp eins og þetta á að gera. Já, ok. Þú mátt byrja. Ok. Komið í sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég talaði síðasta hvíldardag, þá var ég að ræða mataræði. Og ég held að það veri nánast hver einasta manneskja sem kom tíminn eftir á og sagði að þetta er virkilega slegið þig. Og ég veit að gera það. Við vorum að ræða sykurinn. Hvað sykur er allstaðar í öllum matvælum, búið að tróða sykri, hvítum sykri og öðrum sykri, bara svo óhollum fyrir okkur líkamann, eða sem líkama okkar, allstaðar. En mér langar að halda áfram með Guðs gjafir og það vatn er Guðs gjöf. Og ég er ekki að tala neitt sem að ég pröfu ekki á sjálfur mig til að byrja með. Ég er svona tilraunadýrið og síðan færi ég það áfram til ykkar. En bara svona áður ég byrja á ræðina þá var það nefnilega þannig þegar ég ólst upp við það að það var alltaf blandað djús í vatn. Alltaf, við drukkum aldrei bara hreint vatn, það var alltaf djús. Vals, appelsínu djús. Og svo man ég að snemma hef ég byrjað að hugsa svona heilsuna í rauninni og eitthvað þegar ég er svona 14, 15, 16 ára gömul að þá ætla ég nú að taka mig á því ég hafði heyrt það að vatnsdrykkja að væri bara mjög góð. Og 2 lítrar á dag væri bara mjög gott og ég var ekki vön að drekka hreint vatn. Þannig að ég skal segja ykkur það að þetta var bara hreint viðbjóður fyrir mér. Ég átti mjög erfitt með að drekka bara hreint vatn. Þannig að ég byrja þarna þegar ég er 14, 15, 16 ára gömul og núna er ég að færa ykkur boðskap sem að ég er búin að tileinka mér í nokkur ár. En alltaf meira og hef betur og betri skilning í rauninni á því sem að Guð er að færa okkur. En það er vatni Guðs gjöf. Og í þessu framhaldi langar mig að, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna. Það sem að Davíð skrifar. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Þetta uppvitaði Davíð, konungur, hann var undursamlega skapaður. Og í þessu framhaldi langar mig að deila með ykkur orðum Ellen White, tökum hann aftur, sem við finnum bara í daglegt líf. Og það var bara núna í gærvinir. Ég veit að við erum mörg sem að lesa daglegt líf, en kannski hafa einhverju tekið svona eftir því hvað var verið að hvað hún var að tala um. En hún segir, samsetning og samspil einstakra hluta mannslíkamans er ekki hægt að skilja til hlítar. Hann býr yfir leyndardómum sem setja skörpustu greind í algjör þrot. Skapari mannsins hefur ráðið tilhögun hins lifandi gangverks líkamans. Fyrir hverju hlutverki er dásamlega og vitulega séð og Guð hefur heitið því að halda þessu mannlega gangverki starfandi eðlilega, vilji maðurinn hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Öll lög sem ráða gangverki líkamans á að skoða jafn sannarlega af guðlegum uppruna, eðli og þýðingu orð Guðs. Og hún heldur áfram, sérhver gálaus, kærulaus athöfn, hver misbeiting á hinu undursamlega gangverki drottins með því að óhlýðnast sérstökum lögmálum hans í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum litið á verk Guðs í náttúrunni og dást á þeim, en mannslíkaminn er dásamlegastur. Og þetta er í daglegt líf á blaðsíðu 129, þetta var núna í vikunni. Og mér finnst þetta stórkostlega orð hjá henni og virkilega svona snertu við mér.
En vissir þú að mannslíkaminn á bilinu 55 til 78% vatn? Það ágætis þumalputta regla að miða við að líkaminn samanstandi að 2/3 hluta vatns og því vatni mjög mikilvægur hluti líkamans. Vissir þú líka að vefir og líffærum líkamans að megninu til gert úr vatni? Vöðvar samanstanda af 75% vatni, heilinn samanstendur af 90% vatni, beinin samanstanda af 22% vatni og blóðið samanstendur af 83% af vatni. Allar frumur líkamans frá toppi til táar þurfa á vatni að halda og það ástæðan fyrir því að við þurfum virkilega mikið á því að halda að drekka nægan vökva yfir daginn. Skoðum hvað vatnið sem við drekkum gerir okkur. Það flytur næringarefni og súrefni inn í frumur, gerir loftið í lungunum rakt, hjálpar til við efnaskipti líkamanum, varðveitir lífsnauðsynlegu líffærin okkar, hjálpar líffæranum við upptöku næringarefna og kemur jafnvægi á líkamshita, afeitrar, varðveitir og heldur liðamótum rökum. Þetta ekkert smáraði sem að vatn gerir fyrir líkamann okkar. En hvað gerist, vinir, ef við drekkum ekki nægilega mikið af vatni? Jú, við finnum fyrir þreytu. Við fáum höfuðverk og jafnvel fer það út í mígreni. Við eigum til að vera með hægðatregðu eða harðlífi. Ég ætla bara að tala algjörlega íslensku hérna því þetta svona sláandi. Vöðvakrampar, óreglulegu blóðþrýstingur. Við getum endað í nýrnavandamálum. Það verður þurr húð og ofþornun 20% getur leitt til dauða. En hver skyldi einkennin á ofþornun vera? Jú, við fáum að það verður dökkt þvagið okkar. Húðin verður rosalega þurr, þorsti, hungur og þreyta. Þetta það sem kemur fyrir okkur, en ég ætla að lesa hvern part fyrir sig, vinir. Dökkt þvag, eða dökkgult eða appelsínugult að lit. Þvag nefnilega venjulega fölgult eða glært þegar vatnsbúskapur líkamans í lagi. Dökkur litur, vinur, eða sterk lykt merkir að þú þarft að auka vatnsdrykkjuna. Og svo það þurr húð. Húðin, hún nefnilega stærsta líffæri líkamans og þarf nauðsynlega á vatni að halda. Og svo það þorstin. Þorsti augljósasta merki ofþornun. Það nefnilega ágætisregla að drekka meira vatn þegar þú ert ekki þyrstur. Ekki bíða eftir þorstanum því að þá líkaminn komin í vatnsþurrð. Þá hann að kalla á, nú hættumörk. Hungur. Flestir halda að hungur sé merki að borða meira. Í raun og veru getur hungur verið eitt merki ofþornun. Þannig að það ágætisregla að fá sér glas af vatni áður maður fær sér að borða. Og svo þessi þreyta. Vatni nefnilega uppspretta orku og veitir þér þar að leiðandi aukna orku yfir daginn. Og það rosalega góð regla bara að byrja daginn á því, þegar maður vaknar, að fá sér gott vasklas, bara gott vasklas og drekka það áður við gerum nokkuð annað. En kostir þess að drekka vatn? Jú, það segir léttast. Vatnsdrykkja, hún nefnilega hjálpa þér að léttast vegna þess að vatn hreinsar út óþarfa efni sem myndast við niðurbrot á fitu. Og þetta náttúrulegt lyf við höfuðverk. Þó að það séu fjölmargar ástæður fyrir höfuðverk, þá ofþornun eins og algengasta. Við fáum unglegra útlit og heilbrigðri húð því að vatn hjálpar til við að endurnýja húðvefi, halda raka í húðinni og eykur sveigjanleika húðarinnar. Þannig færðu unglegra og hraustlegra útlit. Við hugsum skýrara, vinir. Megin uppistaða heilans vatn eða 90%
og þar að leiðandi nærðu að hugsa skýrar ef þú sveltir hann ekki þennan vökva. Það segir betri æfingar. Vatnsdrykkja jafnar nefnilega hitastig líkamans og þannig nærðu meiri kraft í æfingum því að vatn veitir vöðvunum meiri orku. Og svo þetta gott fyrir meltingun og hægðirnar. Vatnsdrykkja, hún eykur efnaskiptin í líkamanum vegna þess að meltingin, hún verður bara miklu, miklu betri. Trefjar og vatn gegna mikilvægi hlutverki í meltingaferlinu. Við vorum að tala trefjar hérna síðasta hvíldadag og vatnið ekki síður hjálpar til við að losa Og það eru minni líkur á krampa og tognun, góður vatnsbúskapur líkamans hjálpar til við að halda liðamótum vel smurðum og vöðvum í góðu ástandi. Og svo almennt meira hreysti. Með öðrum orðum, þá einn af kostum þess að drekka vatn sá að það getur elt ónæmiskerfið í líkamanum. Og svo dregur þú þreytu því að eitt af því sem vatni í líkamanum gerir að losa aftur og aftur ég að klingja á þessu, að losa líkamann við eiturefni og úrgang. Sem dæmi, ef líkaminn skortir vatn, þá verður mun erfiðara fyrir hjartað að dæla súrefnisbættu blóði til fruma líkamans. Sama og við önnur lífsnauðsynleg líffæri. Líffærin erfiða óþarflega mikið og þreytast fljótt við það og þar að leiðandi þreytist þú. Gott skap. Hvernig getur vatn koma okkur í gott skap? Jú, þegar okkur líður vel, þá líður líkamann líka vel. Og svo segir dregur úr líkum á krabbameini. Sumar rannsóknir í tengslum við meltingarveginn hafa leitt í ljós að hæfileg vatnsdrykkja getur dregið úr líkum á blöðru og ristil krabbameini. Það gerist nefnilega þannig að vatnið það þynnir út uppsöfnuð krabbameinsvaldandi efni í þvaginu og styttir tímann sem þau eru í snertingu við þvagblöðruna. Það því alveg ljóst að það gríðarlega mikilvægt að huga vel að vatnsdrykkjunni og halda vatnsbúskap líkamans í jafnvægi. En hvað á maður að drekka mikið vatn á dag? Já, ég byrjaði þarna 14, 15, 16 ára að miða við 2 lítra á dag. En það erfitt að koma með eitthvað eitt svar við þessari spurningu því að það eru margir þættir sem koma þarna að. Til að mynda, heilsufarið þitt, loftslagið, líkamsstærð, líkamsþyngd og við töpum vökva í gegnum svita, öndun og þvag til dæmis og þegar við erum í heitu loftslagi að þá töpum við vökva í gegnum svita en í köldu loftslagi í gegnum þvagið. Yfirleitt ráðlagt að drekka 8 glös af vatni á dag eða sem nemur að því glösin geta verið mismunandi 2 lítrum og sumstaðar tala 2,5 lítur, það fyrir eftir stærðin okkar. 2 lítrum og mikilvægt að dreifa vatnsdrykkjunni jafnt yfir daginn svo að líkaminn fái stöðuga vökvun yfir daginn. Að drekka nægilegt magn af vatni getur samt oft verið erfitt og ég veit að það ennþá til fullt af fólki sem drekkur bara helst ekki vatn, það finnst það vont eins og ég upplýði líka og finnst þetta bara erfitt. En við þurfum að pröfa okkur áfram og ég gafst ekki upp en í dag elska ég bara hreint vatn. Það kemur á óvart að helsta ástæða þess að fólk drekkur ekki nóg vatn að því finnst það oft óþarfa fyrirhöfn eða tíðari klósettferðir. Hins vegar ætti að taka kosti þess að drekka vatn fram yfir fyrirhöfnina því eins og fram kemur hér ofan þá vatnið lífsnauðsynlegt fyrir heilsun okkar. Þvagið okkar segir okkur skýrt og greinilega hvort við höfum drukkið nægilega vel eða ekki. Þvagið aftur á að vera ljósgult eða glært. En ef þvagið dökkt eða lyktarstert tími komin á að auka vatnsdrykkjuna því að þetta marki skort
á vökva í líkamanum. Hvað getur gerst í líkamanum þínum ef þú drekkur bara vatn í 30 daga? Hvað skildi geta gerst ef við tökum áskorun og segjum ég ætla bara að drekka vatn núna í 30 daga? Það að segja, lætur alla aðra drykki eiga sig í 30 daga. Enga gosdrykki, safa, kaffi, áfengi eða neitt annað. Og við skulum skoða hvaða áhrif þetta getur haft á líkama okkar. Beinin styrkjast. Vatnið hefur þau áhrif og það verið að tala það búið að gera svona rannsókn ef að drekku bara vatn í 30 daga. Beinin styrkjast. Vatnið hefur þau áhrif að brjóskið virka sem einhvers konar höggpúði, þannig að liðirnir í líkamanum virka eðlilega. Þú stendur þig betur, já, hvernig? Jú, heilinn bregst hraðar við ef líkaminn ekki á þurr. Þetta vegna súrefnisins og vatn frábær uppspretta súrefnis og einbeitingin okkar eykst einnig mikið. Brennslan eykst. Vísindamenn segja að heilbrigð brennsla eigi sér stað í líkamanum þegar við drekkum eins mikið vatn og við höfum þörf fyrir. Og það hægir á öldrun, vinir. Hverju vil ekki hægja á öldrunni? Einhver hér inni? Allavega ég. Vatn hjálpar til við að halda húðinni ungri og ferskri og hægir á frumubreitingum. Og það getur minnkað fituhlutfalli, vinir, þar sem vatn skólar aftur út eitur og úrgangsefnum út úr líkamanum, getur líkaminn eytt meiri tíma í að berja á maga fitunni. Ónæmiskerfi okkar verður sterkara, það er bara staðreynd. Með því að drekka vatn starfa lifrin og nýrun eins og þau eiga að sér. Og nýrun eins og þessi líffæri brjóta niður eiturefni og salt úr blóði okkar. Og það styrkir ónæmiskerfi líkamans. Hjartað okkar styrkist, vinir. Vatnsdrykkja dregur úr líkunum á að hjartasjúkdómar herji á fólk. Vatni kemur í veg fyrir að blóði verði þykkara og heldur blóðþrýstingnum á góðu róli. Niðurstöður rannsóknar sem stóð yfir í 6 ár sýna að þeir sem drekka meira en 5 vatnsglös á dag eru 40% ólíklegri til að deyja völdum hjartaáfalls. Og þetta kemur í blaðinu sem heitir The American Journal. Og allar þessar upplýsingar, vinir, þá tók ég af síðu sem heitir Heilsutorg og var að vísu búin að fara vítt og breitt, hingað og þangað til þess að skoða allar þessa niðurstöður. Svo við sjáum, vinir, að við erum undursamlega sköpuð af Guði og hann gefur okkur nefnilega frjálsan vilja til að fara með þetta líkamsmustri eins og við viljum, hugsið ykkur. Hann leggur það í okkar ábyrgð. En hann hefur skapað allt sem líkama okkar þarfnast til að lifa góðu lífi. Það bara okkar að velja hvort við viljum hlýða á það sem skapari okkar að segja við okkur eða ekki. Þetta alfarið í okkar höndum. Við erum sköpun Guðs. Við getum verið mismunandi útliti, en innvolsið í okkur öllum það sama. Það skiptir engu máli hvað við erum gömul, við þurfum öll að bergja á þeim drykk sem Guð gaf okkur, það vatnið. Þetta Guðs gjöf sem við mögum ekki vanrækja að drekka. Því að við erum búin að sjá að ef við drekkum ekki tært vatn, þornum við upp og að lokum deyjum við. Í samhengi við allt þetta tal mitt vatn og vatnsdrykkju get ég ekki annað en tengt það við orð Guðsvinir. Ég set hérna upp það sem að Jesús kemur að Jakobs brunninum og við þekkjum þessa sögu. Ég ætla ekki að fara í gegnum söguna sem slíka. Við þekkjum þessa sögu. Hann kemur þarna að Jakobs brunni, það kemur þarna samverskona til hans og þau eiga samtal saman. Hann segir við hana,
gæf mér að drekka. Og þarna höfðu lærisveinarnir farið í burtu og hún fer svona að rökræða við hann. Býtu akkur að spyrja mig, hvort ég vilji gefa þér að drekka og allt þetta. Og Jesús svaraði henni aftur. Og þetta svo stórkostlegt sem hann segir. Ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gæf mér að drekka, þá myndið þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Og hún fyrir að velta fyrir sig, býtu, þú ert ekki með neina skjólu og ekki neitt og hvernig, já. Og Jesús sagði, já, hann segir, hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind, sem streymi fram til eilífs lífs. Hvað átti Jesús við? Jú, þegar við höfum smakkað hið lifandi vatn, þá mun það sem heimurinn býður upp á, ekki vera neitt í samanburði við það sem Drottinn býður okkur upp á, að það sannleikan í sinni tærustu mynd. Það var það sem Kristur átti við. Ég að bjóða þér eitthvað einstakt, eitthvað stórkostlegt. Eitthvað sem heimurinn getur ekki boðið upp á. Og þetta í sinni tærustu mynd. Og konan segir við að Herra, gef mér þetta vatn, svo mig þyrst ekki og ég þurfi ekki að fara hingað og ausa. Hann var að reyna að dýpka skilninga hennar á því hvað það var sem hann vildi gefinni. Jesús hann kallaði og ennþá að kalla vinir. Hann kallaði, ef nokkuð þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vass, eins og ritningin segir. Og þarna átti hann við andan, þau skyldi hljóta sem á hann trúa vinir. Við erum háð vatni, bara líka með okkar háð vatni. Og þá sama við tenging okkar við Guðvinir. Það aðeins einn drykkur sem mun svala þorstanum okkar og það vatni sem Guð skapaði til að endurnæra okkur. Til að endurnæra allt í líkama okkar. Engin annar drykkur mun koma í staðinn fyrir þetta ferska vatn. Það sama gildur Jesú. Skapar okkar. Það mun engin annar boðskapur en orð Drottins. Hið lifandi vatn gera okkur heil. Það einmitt og þetta lifandi vatn. Mér langar að lesa fyrir ykkur textan ég gleymdi að setja hann inn í, en það í Jóhannesi 14. kaplanum og það 14. kaplinn og það vers 26 þar sem hann segir, Jesús að tala til lærisveinanna og segir, en hjálparinn andinn heilaði sem Faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Og þetta það sem þetta vatn, þetta heilagur andi sem Guð vil gefa okkur öllum. Að opna skilning okkar, ekki bara vinir á hinu andlega, heldur líka við erum hér og nú og hvernig við náum að næra okkur á því sem Guð telur best fyrir okkar líkama, hvort sem það vatn eða næring, til að við höldum okkar reisn og okkar líkama og getu. Ég spurði ykkur áðan, hvað geti gerst í líkama þínum ef þú myndir aðeins drekka hreint vatn í 30 daga? Fór hugur í eitthvað á stað og þið heyrðu þetta áðan, hvað getur gerst? Ótrúlega hlutir. En ættum við ekki líka að spyrja okkur, hvað geti gerst í okkar andlega lífi ef við aðeins læsum eina bók, það orð Guðs í 30 daga? Hvað alltaf geti gerst í okkar andlega lífi? Haldið að vakning í hjörtum okkar, mikil vakning, mikil innblástur, það myndi geisla af okkur til annara. Ég hugsa það, ég alveg samfærð að ef við myndum ekki gera neitt annað en að lesa orð
Guðs í 30 daga. Það yrði stórkostleg breyting á okkur. Og nú ég líka, vinir, ég ekki að tala þetta bara fyrir ykkur, ég að tala þetta fyrir mig líka. Ég alltaf að tala þetta mín líka. Jesús sagði, það framkomið, ég alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipis sem þyrstur að lind lífsins vas. Sá sigra mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera mitt barn. Guð alltaf að gefa okkur ókeipisvinnir. Ókeipis vatn, bara vatn fyrir líkamann okkar sem að gera samt svo mikið fyrir okkur og ókeipis lífsins vatn, heilagan anda, til þess að byggja okkur alltaf upp, gera okkur hæfari og hæfari verkamenn í rauninni í hans ríki. Og svo segir, sá sigrar syndina, vinir, eins og með hjálp Guðs. Hann mun erfa allt og það stórkostleg gjöf. Vatn Guðs gjöf, vinir. Það til lækninga fyrir líkam og sálin okkar. Svo lærum að bera virðingu fyrir því sem Guð gefur okkur og lærum að meta það því að þetta gefið. Þetta gefið okkur til góðs og blessunar. Ég ætla að ljúka hér. Þakka ykkur einlega fyrir, vin, og bið Guð að blessa ykkur.